Já, góða kvöldi og velkomin í Rauðan raunveruleika. Í þetta skipti ég heima hjá mér, ég er með einhverja flensu þegar ég að taka þetta upp og ákvað þess að vera frekar heima. En í kvöld ætlum við að tala við hana Karmenu Jóhannsdóttir. Ég rakst á hana eiginlega bara á Facebook að þá var einhver sem var að pósta á Facebook það að loftslagsbreytingarnar væru bara mýta og þar fram eftir götunum og þá sé ég hana Karmen kom með færslu undir það sem hún að segja frá því að hún ásamt ákveðnum samtökum búin að vera að hjálpa Gunas í Panama og alveg það ættbálkur sem sagt og svona þjóðarnishópur í Panama og niður allavega að Kólumbíu. Hún og ákveðin hjálparsamtök hafa verið að hjálpa þeim að fara frá eyjuklösum sem á norðan við Panama sem bara við það að sökkva í sjó vegna loftslagsbreytinga. Þannig ákveða bjóðinni hinga og fá að spjalla eins við hana. Velkomin Karmen, takk fyrir að koma. Takk fyrir að hafa mig. Hvernig fórstu eiginlega í þetta og hvernig kom það til? Heyrðu, þetta nú reyndar svolítið skemmtileg saga vegna þess að ég hef haft síðasta áratuginn mikinn áhuga á að minna við það að bæta umhverfið. En ég hef svona aðalega verið að fókusera og verið að því að svona í rauninni það sem ég hef verið mest að gera að halda íventa eða viðburði. Já. Og ég fór í það að bara bæði að mennta mig og sjálf mennta mig í því að hvernig væri sem best að gera viðburði á þess að skilja eftir sig slóð af rusli og bara hreinlega, já, ekki, og bara sem mest sjálfbæra. Og ég flutti síðan til Spánar, ég búin að fara til Mið-Ameríku síðustu áratuginn fram og tilbaka, aðallega til Costa Rica, en ég hef líka verið svo heppin að vera í Panama, og mér þykir mjög vænt báða þessa staði, og það mikill fókus í Costa Rica á það að verja landsvæði og verja frumskóginn og það bara stærsta, hvað get ég sagt, ég myndi segja að það á nákvæmlega þessu svæði þar sem að ég búin að vera á bæði í Panama og Costa Rica, þetta mest biodiversity bara staður í heimi fyrir utan Amazon. Mjög mikill líffræðilegur fjölbreytileiki þarna. Líffræðilegur fjölbreytileiki, takk fyrir þetta, já, og og skal ég segja ég var nú bara hér stödd, búin að vera svona mikið á Spáni, bæði Spáni og Panama, ég var stödd fyrir Costa Rica og Panama, þá var ég stödd á Spáni og það kemur fréttaskýringaþáttur í sjónvarpinu þetta ákveð mál, sem sagt, Las Gunas sem eru frumbyggjar frá Kólumbíu og Panama, þegar Kólumbía og Panama voru eitt, þá þannig að þetta hefur skist niður og þau búa báðum stöðum, en þeirra svona aðalsvæði á eyjum rétt fyrir utan, sem eyjaklassi sem samanstendur af, næstu 400 eyjum, en það ekki búið á öllum. Já, hann mynd að þeim held ég að þetta einmitt. Fyrir ofan Panama og við kannski zoomum aðeins út að við sjáum að við erum hérna sjáum við Panama og svo hér förum við neðar og sjáum hvar þessar eyjaklasar eru. Akkurat. Þannig að það mikið af fólki sem býr þarna og eru þau byrjað að finna fyrir hækkun sjávar. Það Já, algjörlega. Við erum að tala það að síðustu 10 ár hafa verið hefur orðið gríðarleg breyting. Við erum að tala svona 2,5 millimetra á ári allavega hækkun. Og það sem þessar eyjur, þetta í rauninni bara sandrif, svona þannig séð sem að þau ákveðu eða fyrir nokkrum öldum síðan þá ákveðu það vegna náttúrulega út af því að Spánverjarnir komu yfir og landkönnuðinir ráku basically þetta fólk í burtu. Fyrir utan það var líka erfitt á sínum tíma og þau föttuðu það fljótlega að það yrðu öruggari ef þau myndu flytja út á þessar eyjur.
bara, það ekki frumskógur, þú veist, það minna af hættum og auðveldari að afla sér mat þó að þau hafi hins vegar haldið ákveðnu strippi við ströndin og fara yfir á meginlandið og þau með sitt litla landsvæði þar sem þau að rækta mat og deila því samlega milli sín öll. Það er sorglegt að þau hafa verið að flýja frá Spánverjunum og því sem fylgdi því svolítið og svo þurfa þau að flýja frá eyjunum núna. Já, alltaf að flýja. Það alveg óbúslega leiðilegt og svo náttúrulega kemur þeim ekkert öllum, þau ekki öll 100% sátt við að fara. Skiljanlega. Það verið að biðja yfirgefa heimilið, þetta fiskimenn, þú veist, þau hver einasta manneskja sem tilheyrir þessum hópi á sinn sérstaka kanú og þau öll leggjast sitt til samfélagsins, allir fóru að veiða, þá koma með aflan og þau bróðulega skipta sín milli sín og veist, þetta gríðarlega sterkt samfélag. Og það ekki auðvelt að komast, ég hef ekki einu sinni fengið að fara og heimsækja þetta fólk. Vegna þess að það bara ákveðnir aðilar, útvaldir aðilar sem að fá þú veist, það einhverju sem fá kannski að taka viðtöl og svona, en það að fá taka þátt í einhverju sem snýr að ákvarðanatöku innan þessa hóps, það bara virkilega erfitt að komast þar að, þannig að en þau samtökin sem ég vinn með, Geoversity, þau sem eru svona í helstu samskiptum við þennan Las Gunas. Þannig að þetta svona lítil samfélag, þau, þú veist, það mörgundur manns sem í hópum saman eða já, til dæmis það sem sko, þetta reyndar alveg viðskipta fólk og þau hafa, það gríðarlegur túrismi sem leggur leið sínar að ákveðnum part af þessum eyjarklasa. Svo hitt bara reserved. Og þau afla ákveðna tekna því með sínu handverki, með að veiða humar og þú getur sittið á einni eyju sem að þú sérð hinum frá þessum enda til annars enda og undir pálmatré að borða humar, skilur. Hljómar svo ákveðin paradís, klárlega. Wow. Já, en svo ýmislegt sem kemur fram og það alveg hægt að skoða heimildarmyndir það líka og nýlegar heimildarmyndir það hvernig fólk hefur og hvernig mannkynið hefur haft áhrif á það. Líka indjánarnir, þú veist, einhver partur af þeim sem hafa hægt að fylgja eftir því sem þeim var kennt, skilurðu. Og það til dæmis að veiða mikið og bara taka of mikið af landinu. Líka, sko, á meginlandinu. Þannig að en sem betur fer fylgja þau flest eftir sinni heimspeki og það þeirra mati, þeirra verk að verja og sjá til þess að plánetan okkar sé í lagi. Það ríkt menningunni þetta einmitt að venda umhverfið fyrir næstu kynslóðir og það má ekki fara á langt og svona. Algjörlega. Algjörlega og ég svo eyja sem liggur hvað mest á og það eyja innan klasan sem á að færa fólk frá yfir á meginlandið. Það það sem stendur til búið standa til núna í meira en 5 ár, 6 ár og þar verið að byggja upp samfélag, þar verið að byggja upp húsnæði, það hefur hins vegar ekki tekist að byggja nema smá part vegna þess að það fjármagn og það sem hefur verið og sem panamísk yfirvöld lögðu til, það hefur horfið. Nú, já. Þú veist, það bara svona, okay. Og ákveðnir verktakar sem áttaka þessi verki og svona hafa kannski bara líka, þú veist, stúkið af eða svona leiðilegt, mismanagement á fjármagni og þessna stigu Geoversity líka inn í til þess að geta safna fjármagni fyrir þetta fólk og það væri haldið utan það. Hins vegar, eins og ég sagði áður, það þau ekkert sérstaklega til í að
ekki öll til í að flytja yfir á meginlandi. Þetta, þú veist, þýðir að þau þurfa að læra að lifa upp á nýtt. Þau eru í ákveðnu svona jafnvægi og í beintengslum við lífsviður værin sín. Já, algjörlega. Já, ég meina fólk, þau lifa fyrst og fremst á sjónum og hafinu. Þau líta á sem svo að þeim hafi verið gefið hafið og þau þurfa að venda það af öllum sínum mætti og þau lifa af því. En náttúrulega einhver svona smá hlutir eins og, þú veist, coconuts, kókosnetur, júga og svona sem eru að rækta yfir á meginlandinu. Það er nú ekkert meira en það, þau eru ekkert að veiða, það er ekki mikið veiðar eða þannig. Það er eitthvað sem þau þurftu að tilenga sér algjörlega upp á líka, fattur við? Já. Þau eru meira að fá bara tína hlutin upp, eða? Já, basically, vegna þess að þetta hefur bara verið næs, þú veist, þetta er búið að vera næs hjá þeim og þau meira að í einu af þessum heimildamynd, þar kemur fram maður sem heitir Leo sem að tala um það að maður bara þræll vinna, það er ekki vel farið með þetta fólk, hvorki í Mið-Ameríku eða Suður-Ameríku. Það er bara þannig og það er ömurlegt að horfa upp á það. Og þau eru lenda oft í því að vera bara í svona þræla vinnum og bara festast í einhverjum svona lífi sem á bara ekkert við þau, skilur. Þetta er bara allt annar heimur. En eins og hann sagði sjálfur, hann sagði leið kom aftur tilbaka, hann 1-7 árum á lífi sínu í Panama City að vinna eins og þræll og hann sagði ég var bara að koma tilbaka, ég vil miklu frekar eyða lífi mínu að lifa á landinu og lifa á sjónum og vera með fjölskyldu minni og vera bara ánægður. Akkurat. Skilur það alveg? Já, heldur betur og það er einmitt þarna sögur þegar að Evrópumaðurinn var að koma inn í Bandaríkin og í Norður-Ameríku segi ég að þá voru sumir sem var kannski rænt af Indjánum eða einhvern veginn enduðu í einhverjum Indjánahópum og neyddust þess að vera með þeim í nokkur ár og algjörlega. Það var til boða að koma tilbaka þá vildu þau bara vera eftir það því að lífstíllinn hjá Indjánunum fannst þeim bara mikið betri. Það var náttúrulega dæmi þetta í báðar áttir sko, en það virðist það að vera meira en það að Evrópumenn og Evrópufólk hefði viljað bara vera áfram hjá Indjánunum. Já, náttúrulega ég veit ekki hvað gerðist, þannig við erum svona aðskilin náttúrunni. Ég meina, það er alveg að hugsa það, fullt af fólki sem kannski að borða til dæmis súkkulaði alla daga, en hefur kannski aldrei séð kakóbaun og hefur ekki hugmynd hvernig og hvaðan það kemur. Þannig við erum einhvern veginn svo oft á tíðum disconnected, þó ég held reyndar að við Íslendingar séum náttúrubörn, svona flest öll. Já, það er sterkt í okkur. Já, ég finn það þegar ég er þarna úti og þegar ég dvel inn í miðjum frumskógi. Ég finn einhvern veginn, mér finnst að vera ótrúlegt. Það er bara annar heimur. En samt þessi sama tenging sem ég hef við að vera úti á Íslandi, úti í náttúrunni. Það er bara kraftur. En já. Það skemmir svolítið erfitt þegar maður að þó okkur sé kannski annt náttúruna og við viljum vernda náttúruna og svona og okkur getur liðið það mjög sterklega en svo förum við út í búð og kaupum þessa vöru og hina og við bara sjáum ekki allt framleiðslu ferlið eða hvernig áhrifin eru í raun alla leiðina í gegn í framleiðslunni. Og þú talaði við mig fyrir áður en fórum í útsendingu að það væri verið að rækta aftur upp regnskógana í Panama sem voru ruddir þá fyrir ræktun það ekki út í Hún nautgriparækt, alls konar rækt, pálmolía, þannig að það er verið að græða allt upp á nýtt og Geoversity samtökin standa fyrir því. Þau eru með Research Center sem heitir Mamoni og er í dal sem heitir Mamoni. Þetta er cirka bát svona 2 tímar frá borginni upp í fjöll og þar er mikið af fólki sem fyrir gegn, mikið af líffræðingum og ungu fólki. Líka það taka mikið inn krakka frá Bandaríkjunum sem eru að fara í háskóla. Það kallað gap year í Bandaríkjunum. Þetta svona árið á milli þess sem þú klárar
menntó og ferð í háskóla. Það svona frítími eða svona, hvað ertu til að gera? Þú veist, með smá breyk. Starfsnám eða farið í eitthvað svona verkefni. Já, og það hægt að fara og vera í ákveðnum prógrami hjá Geoversity þar sem farið upp í Mamoni og það farið og ferðast mikið á kajökum. Þetta gríðarleg náttúruleg upplifun. Þetta alveg bara svona öðru, já. Það eru margir krakkar sem farið það og ég hef gaman að sjá það prógram þó að sé kannski ekki endla fyrir alla, en ég get alveg sagt þér það að ég fór til Mið-Ameríku, þá fannst mér það bara ofboðslega svona fjarlægt að ég myndi fara að dvelja eða búa í frumskógi. Já, það hefur verið einkennilega. Ég var bara svona, já, og verandi frá Íslandi og þú veist, við erum náttúrulega náttúrufegurð alveg ótrúlega, en kannski ekki svo mikið af dýrum og mikið af lífi og fyrir maður þarf að aðlagast fyrst. Það alveg hreinu, sko. En þið líður eins og allt í kringu þessi að hreyfast einhvern veginn, en síðan ferðu bara öll þín skyn þau hækka og verða sterkari og það líka svona ákveðið kikkur bara wow, svona meira svona meðvitað umhverfið þitt, en þetta samt alveg stórkostlegt, þetta bara engu líkt. Og ég vissi það alveg bara, ég þurfti þetta mjög fyndið, sko, ég bara fell in love og bara búin að síðan þá, 10 ár síðan, verið að fara og ferðast þangað, en fyrst núna að beita mér fyrir einhverju málstað þar, skilurðu. Akkurat, og það að hjálpa Gunnars fólkinu að flytja þarna yfir. Já, veistu það, ég fór fyrir ári síðan og það var alveg bara púra COVID og alls konar, þú veist, öll lönd voru með sín sérstöku restrictions og Panama með sína hluti bara allt öðru sem við, skilurðu, þú veist, þeir voru með lockdown helgar og eitthvað svona, alls svona furðulega hluti, en allavega, það sem gerist á þessum tíma að fólki sem frá Gunayala og vinnandi í Panamaborg eða Panama, þau missa vinnuna sína og þau fara öll til Gunayala og getur rétt ímyndað það líka auka álag á eyjarnar sem að fara undir vatn, að fá fleira fólk og en þetta fólk var bara, þú veist, það var enginn sem sinnti þeim með aðstoðu. Ég að tala það að leiðin til Gunayala sem að þetta fólk yfirleitt fer stundum fótgangandi framhjá Mamoni dalinum. Þannig að þau oft koma þar við til þess að fá mat og drykk eða fá að hvíla sig eða við vita að þarna svona safe haven fyrir þau til þess að koma við. En það sem gerist í pandemic að þau loka ákveðnum hluta leiðarinnar og þetta fólk sem vantið að ferðast þarna yfir, þau reiða sig ekki á neina tækni, skilurðu. Þau labba og þau lendi að villast og við vorum að finna sko póka, fötum og svona handverki sem að þau hafa verið að reyna að bera að halda á, þú veist, og reyna, þú veist, að taka eitthvað með sér þessa löngu leið og gefist upp á leiðinni og eitthvað svona, maður svona, og enginn að styðja, þetta voða leiðilegt. Þetta leiðilegt hvernig við erum og hvernig fólk gagnvart þessu fólki, eins að þau hinir einu sönnu umhverfi sinna fólk, skilur, það þau sem já, það þau sem lifa í jafnvægi, þú tekur ekkert of mikið af humri, þú verður að bara, þú veist, þú verður að taka limit, þú verður að passa upp, alltaf passa upp á jafnvægi. Það bara, allt þeirra líf snýst það. Og núna leið hérna, getur þið bent á Panama, það hérna? Á Mamoni Valley. Þetta að lappa hérna eftir strandlengjunni frá Panama borginni og já. Alltaf þessa leið. Fara reyndar fara gegnum frumskóginn.
fyrst. Já. Og það ekki það auðvelt að labba bara meðfram strandlengjunni, eða skilur, þú veist, jú, en þau eru samt lengri inn í landi þegar þau eru að fara þessa leið frá Panamaborg. Stundum líka það að koma annars þar frá heldur en Panamaborg. Getur verið David önnur stórborg í Panama sem líka mikið indjónum að vinna. Og þau hafa leitað sjálf inn í Panamaborg til að byrja með eftir atvinnu og Já, sumir mennta sig, aðrir, það fótboltafólk líka, bæði stelpur og strákar sem gengur vel og þú veist, ég meina, það alveg fólk indjána líka sem langar til þess að taka þátt í vestræni menningu, það alveg þannig. Þó ég myndi segja að þau væru samt svona meirihlutinn tileinka sér það að halda umhverfinu í jafnvægi og lifa með hvort þú veist búa hver öll fjölskyldan saman, kannski 17 manns í einu litlum bambúskofa á þú veist á eiginu, en maður skilur alveg þau sé að leita sér tækifæri á meiri peninga þegar orðið overcrowded eða of mikið af fólki saman komið á litlum stað. Ég meina Kardisugdúb sem eigin sem að þau þurfa að fyrst að koma fólki frá. Hún ekki nema rúmur kílómetra lengd og 400 metrar á breidd. Vá, já. Það 2000 manns, hátt í 2000 manns sem búa þar. Þannig að það það rosalegt. Þannig að þú getur rétt ímyndað þess og núna eru þau flyktust þau öll aftur til Gunayala þó að sé margar eyjar og mörg samfélög, þá samt samt gríðlegt álag á þessu samfélög eftir að kreppan skall á og þessir. Þannig að ég var nú reyndar í dag, flestir sem ég í samskiptum við í University eru núna stödd á Gunayala og ég kemst ekki gegn, það ekkert símasamband, þannig að ég reyndar náði í annan vin minn sem frá Gunayala og var að reyna að fá einhverju upplýsingar en hver svona current situation væri, en ég hef ekki ennþá fengið neins svona almennileg svör. Hvernig gengur og hvað að gerast og svona? Já, ég hugsa að það sé bara hreinlega að vera að taka það svolítið fyrir núna. Af því núna hefur allt opnast og hlutinu svona komast aðeins á sitt eðlilega ról. Og það sé svona verið að taka upp þessa umræðu aftur af því að auðvitað fjallu öll plön niður síðustu 2 ár. Hver framtíðin fyrir þetta fólk? Þessar eyjur munu á endanum fara og það kannski aukin hætta á flóðum og svona þegar það kemur smá óveður. Munu þeir fá verið að koma þeim fyrir á okkur landsvæðum á Panama? Já, það La Parada það kalla á meginlandinu. Það landsvæði sem búið að leifa sem þau eiga og þeim hefur úthlutað og þar búið að byggja samt eitthvað, það hefur alveg eitthvað verið byggt eins og health center, einhvers konar svona community, það sem þú veist, community hall og eitthvað, en engin hús hafa verið byggð fyrir hverja fjölskyldu sem var átt að reikna með 300 hús. Þannig að það bara stendur í stað og þau sitja bara ennþá að reyna að fylla upp og nota sem líka mjög slæmt að þau hafa verið að nota kóralrif, brjóta upp kóralinn til þess að byggja water barriers, þú veist, skilur hvað við. Þannig að því núna þegar vatnið því leið og kemur líka veðrið hefur breyst gríðarlega. Það bara endalausir stormar og þú veist, þau bara ekki að hafa undan. Þannig að þau hafa í örvendingu sinni verið að brjóta upp kóralinn og reyna að byggja upp barriers og reyna, þú veist, en þau eru samt að vakna stundum bara upp á kálfum í vatni, skilur þú veist. Og eins og kom fram í einni af þessum heimildaþáttum sem ég get sendt til þín eftir að þú vilt að fólk hefur áhuga að skoða það, þá skal ég segja, þau tala bara það að þau sofa ekki, þau sé bara vakandi 24/7 í rauninni, þú veist, það sé aldrei almennilega hægt að svona
þú veist, hvað segir maður, slaka á, lifa lífinu sem þeim var, þú veist, meina að lifa, skilur, þau Hvenær það geti komið flóð eða eitthvað svoleiðis, þannig að þau eru alltaf á tánum svolítið. Þau eru alltaf á tánum, enda líka það byrja að flæða, þú veist, það hækkar aðeins að kemur stormur, þá byrjar að flæða inn á eyjarnar, þannig að þetta er mjög, það liggur á þessu að leysa þetta og ef við komum aftur á því hvernig ég endaði með að vinna hana í þessu verkefni og vinna með þessum samtökum, þá var ég bara hreinlega að horfa á sjónvarpið og ég sé þennan heimildarþátt eða fréttaskýringarþátt þetta ástand og ég bara fór strax að stað að hugsa lausnir fyrir þetta fólk og ég á alls konar vini og alls konar tengsl við fólk sem vilja leysa loftslagsvandann eða allavega komið lausnir við því sem búið að, þú veist, eyðileggja í rauninni. Það til dæmis eitthvað sem kallast sea steeding. Hefur heyrt þetta? Nei, sea steeding. Já, þetta í rauninni, þú ert basically bara að byggja bóndabæ eða bæi á vatni eða á sjónum. Þetta sustainable, sko. Það samt líka ákveðin verkefni sem svolítið vafasöm sem ég hef séð, en það sem þú getur ræktað, þú getur notað, þú getur búið til ákveðið, það kallast biofuel, þú getur, þetta alveg verulega löng saga, það þurfti alveg annan þátt þetta verkefni, en ég var svona Það er mjög áhugavert allavega. Þetta er mjög áhugavert. Þú reynir að útbúa svona eitthvað framleiðslufæri sem fljótaði þá á sjó eða? Já, þau fljóta á sjó og þú getur líka þú átt bara að geta búið á þessu sea steeding, þú átt að geta búið á þínu eigin plattform sem þetta rauninni og gert allt sem þú getur gert á landi. En ég svolítið svona, það mikil umræða þetta, það mikil umræða milljónamæringa og billjónamæringa að reyna að skapa fljótandi samfélög á sjónum og eitthvað og ég var í samskiptum við eitt slíkt projekt sem miklu peningar í, en mér fannst það ekki nógu transparent og mér fannst þetta að vera svona laust fyrir ríka fólkið og alls ekki, þú veist, venjulegt fólk, þú veist, millistétta fólk, hvað þá indjána. Þau höfðu samt áhuga á því að vera með eitthvað slíkt kannski donation til þessa hóps, en mér fannst það bara ekki, eins og ég sagði, það var bara ekki nóg transparent fyrir mína part að fara að koma saman, sko. Af því að ég held að það hefði bara verið meira eitthvað svona marketing promotion hjá þeim, eða svona move, heldur en að í rauninni vilja bjarga þessu fólki. Mikið þetta að það eru ykkur aðilar sem segjast vera að bjóða upp á ykkur lausnir að í rauninni það kemur svo í ljós að þetta eru bara aðilar sem eru að reyna að hagnast á ykkur? Já, það því miður alveg gríðarlega mikið. Og það þetta kallað greenwashing á ensku. Það bara, þetta svona svipað eins og þegar allt byrja að vera gluten-free. Það var bara gluten-free, allt gluten-free. Þú lest það utan á hverju einstu vöru inn á Spáni, gluten-free, gluten-free. Og þetta svona svipað, nú vil ég allir vera sustainable sem að ég sko fagnandi en sko það þannig. Það ekkert það sama að segja it's recyclable eða það hægt að endurnýja þetta og að endurnýja það. Það ekki það sama. Þannig að já, við eigum nú langt í land. Mér finnst Spánn alveg hrikalega alveg bara sko langt umfram slæmir heldur en Latin-Amerika. Já, það, í umhverfismálum. Já, og ég þeirrar skoðunar að Latin-Amerika sé og hafi ákveðin svona advantage í sínu neyslumynstri að þau geti virkilega tekið á sínum málum þó að sjálfsögðu sé rusl og það ekki mikið endurvinnslu og svona, en þau eru bara ekki svona mikið neyslumenning eins og við vestræni heimurinn. Þau eru samt á leiðinni þangað.
Af því það vilja öll þessi þriðheimslönd og þriðji heimur. Honum það búið að segja þeim og það búið að mata þetta fólk á því að þau að taka upp vestræna siði og það included þetta neyslumynstur sem við erum haldin. Og ég meina, Skandinavía, Ísland, Danmörk að virkilega háu plani hvað var þar endurvinnslu. En það má ekki gleyma því að þeir kynda 80% af öllum húsum og húsakynnum með rusli sem þeir brenna. Akkurat, þetta ekki allt sem sýnist oft. Þetta ekki allt sem sýnist. Í Þýskalandi þá lítur það vel út af yfirborðinu að þeir eru kannski að reka sig, man ekki tölunar nákvæmlega, en þeir eru kannski að reka 60% orkunni þeir á að vera endurnýjanleg en svo kemur að ljósa að þau eru að brenna lífsmassa, þau eru að brenna tré og svona, þú veist, það skárra en gas eða olía en einmitt þetta ekki alveg allt sem sýnist og þetta er ekki nóg, þetta er ekki að fara að leysa vandan, þetta er bara að fara að auka það, sko. Það alveg rétt hjá þér og ég tek alveg eftir því að nú alveg fullt af borgum bæði Evrópu og Panama City gerði þetta nú á 2015 að þau eru að lýsa yfir því að þau ætla að gerast zero waste. Kannast við það. Zero waste bara basically að snýst það að bæja yfir 90% af þínum waste eða þínum úrgangi frá landfyllingum. Ég búin að sérfræði mennta mig í þessu og með alls svona verkefni í gangi og mikinn áhuga fyrir þessu og var virkilega ánægð að sjá árið 2015 að Panama City, Panamaborg væri búin að lýsa yfir að þau ætla að gerast zero waste. En Getur lýst fyrir okkur hvernig zero waste lýsir sér, svona ef þú væri með alveg zero waste? Ertu þá að ná að nýta allan úrgang eins mögulegt er? Já, þú ert líka ekki bara að nýta allan úrgang, þú ert líka að minnka það hvað þú tekur inn. Þú ert að endurhugsa hvernig þú bæði verslar, hvað þú notar, hvað þú hendir. Ég prófaði að gerði svo í miðrim pandemic að opna ég veitingastað. Já, ok. Zero waste. Erfið tímasetning. sem sló í gegn og allt það, en hann var, og það sem að mér fannst og langaði svona helst, var svona mitt mesta kick, var að sjá hvernig væri að geta rekið veitingastað sem zero waste. Af því það svo ofboðslega mikið rusl sem fylgir veitingageiranum og hótel, og það hægt. Það hægt og það meira sem miklu auðveldara en fólk myndi halda. Og það var bara nákvæmlega það sem ég gerði. Ég endurhugsaði hvernig ég keypti inn. Ég forðast eins mikið og hægt umbúðir þó að stundum sér það óumflýjanlegt og ég viðurkenni það alveg að stundum þegar maður lappar inn í súpermarkað og maður horfir á allar þessar umbúðir og allt þetta plast, það yfirþyrmandi. Og ég veit alveg að og ég held að þegar fólk heyrir zero waste, þá finnst þetta bara fáránlegt. Það óhugsandi. Það ekki hægt að vera með engan waste eða engan úrgang. Það alveg hárrétt. Það aldrei að fara að verða þannig. En það hægt að minnka það. Það hægt að vinna með hringrásarhagkerfi. Það ýmislegt fullt af lausnum í boði. Fullt af lausnum. Varstu með ykkur ílát eða svoleiðis og fórstu náðir í mat og hrávöru sem þú þurftir í? Já, það fór líka bara eftir byrgjanum mínum. Ég þurfti samt alveg að fæta við það á stundum, sko. Ég var alveg, ég vil fá þetta svona og þeir bara, þú veist, þetta sérstaklega Spánverið. Á Spáni það bara, þú veist, þetta ekki á háu, hugsunarhátturinn bæði að recycla eða endurnýta, þannig bara ekki að háu plani. Fólk bara alveg sama. Ég alveg bara mest númer 1 og 3 að ef þú ætlar að hafa áhrif á hugsunarhátt eða mentality á fólki, þá þarftu að sýna þeim fram á hagkvæmnina í þessu öllu saman og í rauninni bara útskýra fyrir þeim. Ég hélt ívent á Íslandi 2016 sem var zero waste
og ég var með sjálfboðaliða sem að voru bara mjög yndislegt fólk sem að bara hjálpaði gestunum mínum að henda. Skilur þau bara svona, þetta fyrir þessa tunnu, þetta fyrir þessa tunnu, þannig að, og fólk var svo já, og fólk var svo ótrúlega frábært og það tók þessu bara vel og lærði af þessu í leiðinni. Og ég get sagt þér það, ég hef aldrei séð, þetta var úti, þetta var partí úti, þetta var nokkra 100 manna event og ég hef aldrei séð svona vel, ég þarf ekki eins og að taka til hérna, liggur við. Þetta var svo vel gengið frá fólks, þú veist, bara að gefa manneskjunum svona smá séns að ég, þú veist, bara leiðbeininni aðeins, það hafði svo mikið impact, það hafði svo mikið að segja. Og ég aðalega bara svona að vanda sig betur í því sem maður að nota hverju sinni og ganga beint frá því sem að myndi annars falla frá eða það til dæmis. Ég mikið núna, ég fór í viðtal við útvarpsstöð Argentínu daginn, varðandi Zero Waste og þar tók ég alveg sérst eitt fram og það svona að því Latin America, hún fjölskyldu orienteru, þetta snýst fjölskylduna og amma í eldhúsinu yfirleitt og hún að sjá til þess að allir fá að borða og þetta gríðarlega sterkt og það alveg hér líka á Spáni en maður tekur alveg virkilega sérlega eftir því þar, þau svo já, en allavega þar tók ég virkilega fram að yngri kynslóðunar þær þurfa á eldri kynslóðunum svolítið mikið meira að halda núna. Menn þess að það voru ömmur okkur afar sem að lærðu það eða gerðu það bara að nýta allt. Nýta allt. Ég var með ömmu mannsins míns frá Kólumbíu, ég á mann frá Kólumbíu og ég var með hana hjá okkur daginn og hún var hér í 3 mánuði og hún eldari og var allt nýtt. Og ef það var ekki nýtt þá var það preserved, það var geymt á einhvern hátt, skilur mig, það var aldrei neinu hent. Og ég dáðist að henni og vildi læra sem mest af henni þó ég svo sem frekar nýtin manneskja sjálf en ég var svona að hvetja hana að kenna barnabörnunum sínum að vera aðeins meira nýtin og hvernig þau hvernig verslinn og svona en hún var svona feimin við það, hún sagði ég vil ekki vera að skipta mér af, ég held að vanti og þar ég að reyna að koma inn smá svona þessa tengingu frá eldri og elstu kynslóðinni yfir í þessar yngri sem framtíðin augljóslega og þau sem þau þurfa að endurskoða hvernig þau veist, búa í vestrænu samfélagi og hvaða samfélagi skiptir ekki máli. Þetta kannski smá svipa á Íslandi þar sem að fólk sem að bjó kannski á Hornströndum eða eitthvað einmitt og bara, þú veist, 1930 og þá vorum við mikið meira í beinu sambandi við náttúruna og þetta að stóla á hana og nýta allt sem við 100%. Og svo bara nú leitni og við verðum vön bara svona fáránlegu auðveldu aðgengi á orku og auðlindum endalaust og gerum okkur ekki alveg grein fyrir afleiðingunum. Það algjörlega þannig. Ég reyndar verð fá að koma því að ég partur Hornstrandingur. Æssi líka. Já, það var, amma mín bjóð þar og var vitavörður á, Látrabjargi og það einmitt svo gaman að heyra af því þegar hún bjóð þar og það var ekkert grín. Grín. Það var ótrúlegt að fólk hafi í rauninni komast í gegnum það. Nefnilega. Og við veitum þarna í einhverjum skúrum og svo að sykla út og allt saman handgert og svona einmitt. Við komum af hörku fólki við Íslendingar, það nú bara þannig. Þess vegna svolítið leiðilegt að við séum ekki meira meðvituð við Íslendingar ekkert svo framalega, sko, miðað við mörg önnur lönd, hvað varðar umhverfismál. Þó að við séum með græna orku og allar svo auðlindir og allt þetta sem við höfum kannski, passað upp á, ekki allar en einhverjar. Þá samt sem áður vantar upp og sérstaklega varðar rusl. Það minn fókus mest, ruslið, svo mikið rusl. Og við kemumst ennþá langt ef við myndum ná að vinna betur úr ruslinu okkar, heildrænt litið. Það var ekki mikið sem var að falla af og nýlega ljósa plasti sem við erum að flokka mikið bara í landfyllingar í Svíþjóð ykkur staðar.
að þó við séum byrjað að flokka sem neytendur að þá eru samt borgaryfirvöld ekki alveg að ná að... Nei, og það nefnilega alveg hárréttur og liggur hundurinn grafinn hvað varðar að transparency og í þessum bransa. Ég meina, við skulum ekki, þú veist, ruslabransinn, skulum bara nefna New York, hann bara rekinn af mafíunni. Þú veist, þetta alveg búin að eiga sér langa sögu og það margt sem verið að svindla með, því miður. Þess vegna ég einmitt aftur að segja og hamraði að liggja og fókusin liggur hjá mér zero waste af því þar erum við að draga úr þessu rusli í staðan fyrir að einhverjir óprúfnir aðilar græða því að vera á fólki sem með háa neyslu og að nýta sér það eins og gerðist þannig. Var þetta ekki í Svíþjóð, þetta vöruhús sem fannst? Jú, í Svíþjóð held ég, já. Ég meina, þetta skandall. Algjör skandall og virkilega, og ég bara fyrir hönd sjálfa mín svo Íslendinga, ég var bara, mér fannst þetta ljótt að vera að fara svona með fólk, sko. Að það góðri trú að flokka og svo það líka það að þetta kemur svo slæmu orðspori á. Þú veist, fólk í góðri trú að flokka og svo gefstu upp. Ég veit að það svolítið þannig hér á Spáni líka. Þau hafa ekki mikla trú á þessu. Þannig að þau eru bara skilur, þú heldur sér að því og það þarf að breyta því. Þetta að því, ég meina, ég hætt að borða fisk af því að það fullur af mikroplasti. Ég bara borða mjög. Þetta að hlutnir eru að breytast hratt og já, finnst þér viðbröðin okkar og svona heimsins eru við að bregðast við nógu hratt? Hvað var það helsta sem við ættum að gera sem bara alþjóðasamfélag og við sem Íslendingar? Heldur við náum langt með zero waste ef við myndum meira að fara til einhverjum það? Já, og ég hugsa að Íslendingar ættu að hugsa sig aðeins kannski og jafnvel setja allar sem fókus fyrst að við erum orðin svona, sko, það sem ótrúlega sorglegt á stöðum eins og Íslandi eða það sem mikill ferðamannaiðnaður að það búið að reiða sig svo mikið á ferðamenn og þann iðnað að infrastruktúrin ekki nógu sterkur. Og með því að gerast zero waste, þá erum við að styrkja infrastruktúrin og skapa atvinnu líka sem mikilvægt. En það sem mér finnst við ættum að gera fyrst að við erum að leggja svona mikla áherslu á ferðamannaiðnaðinn, að gera Ísland að grænum ferðamannaiðnaði, það yrði grænn ferðamannaiðnaður. Að það alveg núna komin hópur fólk sem vill fara á staði þar sem ferðamannaiðnaðurinn grænn, það sem svona ígóferðir, skilurðu, þú veist. Ég fekk kúnna á minn veitingastað sem sögðu, ég kem inn bara að þetta umhverfisvænn veitingastaður. Maturinn góður en það var það sem fékk mig svo að koma og ég bara frábært, skilurðu. Að það sé að skila sér. En hægt að gera ferðamannaiðnaðinn umhverfisvænan, þú veist, þú gæti kannski gert það á einstökum stöðum og svona veitingastöðum og svoleiðis sem maður sér ekki alveg fyrir sér að flugvélarnar eru ennþá á bensíni og flugvélar. Já, ég auðvitað flugvélar, ég meina, þú veist, ok, ég skal alveg ekki það að allur sá handleggur hjúts, en eins og ég segi, ég held að fólk ætti að hugsa miklu meira. Það alveg að hugsa þetta allt saman, en ég held að ég leggja áherslu á það sem það skilur eftir sig, hvað varðar rusl og úrgang og svolítið svona velja sínar baráttur. Við getum ekki gert þetta allt, skilur. Það verður að við viljum hafa einhver áhrif og allt telur. Já, ég var í samskiptum, það eigi átt í Danmörku sem heitir Bornholm. Hún búin að lýsa því yfir að vilja skerast zero waste og algjörlega græn. Þetta mikil ferðamannaeyja og sérstaklega danskir ferðamenn. Hún syðst þannig að mjög næs að fara hann á sumrin. Þeir eru samt í vandræðum, sko. Þeir eru ekkert með þetta plan alveg á lockdown. Og bæði ég og annar félag minn sem býr þar kom sterk inn þar með alls konar lausnir. Hvernig þeir þurfa að breyta. En ég get alveg sagt þér að það verður að gerast, það þarf að skilja eftir gott fordæmi og einhvers staðar byrjar það, skilurðu.
En á Íslandi, ég held að það sé alveg rosalega mikið álag svona á þeim ferðamannastöðum. Hvað var þar alls konar hluti, sko. Við getum klárlega gert betur hérna heima og verum séð betur úrgangin okkar og svona. Og svo koma bara einhverja rafmagnsflugvélar, ég heyrði það daginn að þeir búist við að ná einhverju prototípu 2026 bara, þannig að það vonandi kemur að bjóst við. Það rétt. Ég tek stundum lest líka. Mér finnst það bara næs. Ég elska að taka lest og nota það þó að það taki lengri tíma. En það alltaf í lagi líka, því að í lest getur þú unnið og getur gert allt í rauninni. Þannig að maður svona bara, þetta smá svona líka, þú veist, hvernig planar það? En ég ég veit ekki hvort við hefum meiri tíma að tala, en ég svona að skoða núna lausnir. Ég hef svo lítið fókusur á Ísland. Ég búin að vera svo mikið erlendis. Og mér finnst það, en ég svona, þú veist, mér langar að beita mér með einhverjum hætti þar. Og ég fekk reyndar smá hugmynd daginn eftir að tala við ég þekki mikið af fólki í kvikmyndabransanum. Og það náttúrulega, eins og þú veist, frekar stór iðnaður á Íslandi, en hann alveg, það rosalega mikið rusl og úrgangur sem fylgir þeim iðnaði, sem fylgir bara öllum handverksiðnaði á Íslandi, eða bara hvað sem í heiminum. Þar, ég með smá hugmynd, mér langar ásamt öðrum sem eru heima, þetta svo kannski svolítið snemmt að tala það, en það að skapa ákveð hringrásarkerfi fyrir handverksiðnaðin á Íslandi. Það sem að efni miklu betur nýtt heldur en það gert í dag. Og ég held að það þurfi líka bara einfaldlega að setja þetta sem áfanga í skólum. Já. Endurnýting, umhverfis áfangi, bara strax í grunnskóla. Og eitthvað svona beintengt við nærumhverfið þar sem þú getur gert betur beint, ekki, og oft þetta kannski virðist vandamál að vera, og þetta svo risavaxið vandamál og okkur sagt frá stóru myndinni sem við getum eiginlega ekkert gert í, en einmitt hvernig við förum með ruslið okkar og úrgang og það sem við erum að vinna með, maður getur ímyndað sér einmitt að þar getur maður actually gert eitthvað sem skiptir máli. Algjörlega, það allt, þú veist, það bara eins og ég sagði, það bara velja sína, en það alveg rétt líka, við verðum og ég löngu búin að sjá það að það þarf að skapa ákveðin plattform fyrir fólk til þess að iðgeta líka. Þú veist, það ekki bara hægt að segja, heyrðu, gerðu þetta, gerðu þitt. Þú kannski manneskja sem búin að versla með ákveðnum hætti í matinn og þú kannski ekki tilbúin til að sleppa ákveðnum hlutum, skilur við. Ok, og það kannski ekki aðra lausnir fyrir það. En það þarf þá að vera einhver vettfangur fyrir fólk, þar sem það getur komið og versla þannig, eða það getur endurnýtt hlutina, eða skila ákveðnum hlutum, þó að það sé náttúrulega alveg svo sorpa, skilur við. En ég held að það væri hægt að gera betur og meira. Algjörlega, það kannski eitt sem þú veist ekki að það veganbúðin í Skeifunni. Já. Hún býður upp á svona, hún með havra og hrísgrjón og alls konar dót sem bara í ílátum og það kemur með klirkrukkur og svona. Flott, frábært að heyra það. Vegna sem ég get sagt ég ekki vegan, en ég og veistu af hverju fyrst og fremst það hefur böggað mér svo mikið hvað mikið rusl í kringum það. Já. Já, af því það svo mikið verið að framleiða alls konar mat, vegan mat og selja og koma til neytanda, og það oft ekki í umhverfisvænum umbúðum, eða þannig ég hef það bara eiginlega svona offaði mig smá, og ég bara miklu meira svona, þú veist, ég á vin hérna sem með sin einn matjurtagarð og hann selur mér grænmeti hverju viku, sko. Ég bara mjög heppin með það. En ég alveg í aðstöðu hér til að gera það. Þú veist, menjuleg manneski alveg í aðstöðu hér á Spáni til að fara að kaupa, þú veist, grænmeti sem kemur ekki allt í plasti. Sem betur fer. Það bara tilengja sér nýja svona lifnaðarhætti sem að maður ekki vanur og kannski allt og lítið í nærumhverfinu, þannig að það er erfitt að gera það þegar engin annar í kringu að gera það. Það svolítið þannig. Og en ég að segja það samt bara ef þú breytir einhverju einu, þá ertu strax að taka skref.
það getur verið hvað sem það getur verið einhver vara sem hún kaupir sem hún kannski finnur með öðrum hætti, þú veist, og hún komi umbúðlaus eða hún komi í umhverfisvænum umbúðum einhvers annar staðar, að þú getur fengið eitthvað sambarilegt. En þá að taka það skref, skilurðu. Bara eitthvað smá, það hefur svo mikið. Við erum það reiknað með að við séum svona 2 kíló á dag af rusli sem fylgir einn mannesku. Þú veist, það svona meðal útreikningurinn. Það ríkalegt, við hljótum að geta gert þetta. Það rosalegt. En Carmen, takk kærlega fyrir að koma til okkar í Rauðan raunveruleika. Við kannski heyrum þér aftur og spjöllum betur eitthvað ákveðið þegar að kemur að því. Algjörlega. Ótrúlega gaman að tala við þig líka og takk fyrir að bjóða mér. Það var skemmtilegt. Þetta var óvænt og skemmtilegt. Nákvæmlega, nefnilega. Heyrðu, frábæra dag. Sömuleiðis.